Við erum komin inn í Ice Protein, fyrirtæki hér á Sauðárkróki sem okkur langar að kynnast aðeins betur. Hólmfríður, segðu mér aðeins, hvað er Ice Protein? Ice Protein fyrst og fremst rannsóknar- og þróunarfyrirtæki í eigu Fisk Seafood og þetta fyrirtæki sem stofnað árið 2005 í kringum rannsóknir á fiskpróteinum og þetta voru starfsmenn af rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins sem stofnaði fyrirtæki á sínum tíma í kringum sína rannsóknir og fyrirtæki kemur hingað á Sauðárkrók árið 2007 og þá sem sagt sett upp tilraunaverksmiðja hérna í húsnæði Fisk Seafood og þeir fara að framleiða próteinlausn sem nýta má sem sprautulausn inn í flök meðal annars. Já, prótein einhvern veginn töfra og lausnarorðið í svo mörgu í dag, í næringunni og ekkert síst í þá fisk eða sjávarútveginu. Segðu mér aðeins af hverju þetta svona mikilvægt efni? Prótein bara mikilvægt næringarefni og fiskprótein orðið að mjög skornum skammti í heiminum. Og hérna... Hvernig stendur á því? Það hefur fiskur hefur verið mikið veiddur, fyrst og fremst. Og það sem kannski svona mest vaxandi í fiskiðnaði, það fiskeldið. Og til þess að ala fisk, þá þurfum við fiskprótein til þess að ala fisk í eldi. Þannig að það hefur orðið, eftirspurn eftir fiskprótein hefur vaxið gríðarlega og það hefur sýnt sig að neysla á fiski, hún eykur heilbrigði fólks og því hefur eftirspurn eftir fiskprótein til manneldis líka aukist svo mikið. Þannig að við þurfum orðið mjög mikið fiskprótein en á sama tíma að það hefur dregið úr veiðum á fiski. Þannig að þess vegna svo mikið verið að hugsa það að nýta hvert einasta prótein eða ef við getum talað svo, allt fiskprótein sem veitt að það nýtist. Þannig að því sem áður var hent, nú erum við komið með það hérna bara. Þetta afskurður. Já, sem þá hér niðri í landvinnslunni. Já, þetta það sem gengur af. Og hvað ætlar að gera með þetta? Okkar rannsóknir þær snúast fyrst og fremst að vinna próteinið úr þessu og það náttúrulega flakið inniheldur mikið prótein og af hverju ætti þetta þá ekki líka innihalda mikið prótein? Þetta bara ekki droslega girnilt að borða þetta svona. Þannig að það sem við höfum verið að skoða að einangra próteinið út úr þessu og þegar við erum búin að einangra það að þá þurrkum við það og þá erum við komið svona duft. Og þetta duft okkur langar til að okkar loka afurð verði þá svona hreint prótein í svona plasthylgjum til inntöku. Og þetta í rauninni bara prótein sem hér. Já. Og þegar við erum að vinna próteinið, úr hérna fiskholdinu, að þá notum við meltingarensím. Og þannig að próteinið sem hér í þetta duft, að það inniheldur melt prótein. Þannig að aðgengi líkamans að þessu próteini, það mjög mikið. Þannig að því í raun og veru gætur að setja þetta bara beint út í mat, annan mat eða... Já. Og þetta mjög vatnsleysanlegt, þannig að þetta Já. Segðu mér bara svona hvað mikið af slori komið hérna? Þú veist, hvað þetta mikið af afskurði? Þetta svona cirka 10% sem við náum að þurrka. Já, af þessu. Já. Þannig að í svona litla dollu þarf alveg gífurlegt mat. Það þarf þó nokkuð, já. Í 1 kíló þá þyrftum við 100 kíló. En hvað mikið verið að henda eða Hvað afskurðið mikið lítið af? Í landvinnsla Fisk Seafood, árlega þeir að vinna 5.000 tonn af fiski og við erum að tala kannski 25%, þannig að þetta 1250 kíló, 1250 tonn sem að falla til, en það ekki verið að henda þessu. Nei. Það verið að nýta þetta í minkafóður. Já, í minkafóður. Já, í dag. En þetta miklu verðmætara efni komið hingað. Já, þetta náttúrulega, verðmætasköpunin alveg gífurlega mikil í þessum skrefum. Hvar sérðu, hverju myndi þetta gagnast mest og best heldurðu? Það sem þetta eingöngu prótein
og þetta formelt prótein, að þá myndi ég segja að fólk undir einhvers konar álagi, til dæmis eins og sjúklingar, eldra fólk, að þetta myndi nýtast þeim mjög vel. Það sem að aðgengi líkamans að próteininu það búið að auðvelda það svo mikið með því að melta þetta áður. En maður velti þá fyrir sér, hvað þarf maður að taka margar töflur svona á dag til þess að dekka þessa þörf líkamanns? Já, svona, við erum að tala um að sé cirka 1 gramm af próteini í þessari pillu, en á 700 milligram til 1 gramm. Og þá getum við verið að tala um 4 töflur á dag. Við getum verið að dekka þá eina máltíð af fiski á viku. Já. Með því að taka þessar pillur. Þannig að þetta getur... Þá þörfina próteini. Já, ég skil. En þetta getur orðið svo sannarlega næsta bæði söluvara hér á Íslandi ef en ekkert síður útflutningsvara. Algjörlega. En hvað þarf til? Nú þið á rannsóknarstofunni, hvað þarf mikið meira að gerast til þess að sé hægt að fara að framleiða þetta? Já, nú þurfum við bara að auka gæðin á þessu dufti hér til þess að koma því í þessi hylki, eða þessi betra að koma því í hylkin. Og síðan þarf náttúrulega bara að fara út í mjög öfluga markaðssetningu og koma þess að því þetta hefur svona akkillesarhallinn á þessu hefur verið svolítið lyktin af fiskpróteininu, já. En þetta er lyktarlaust? Þetta er alveg lyktarlaust orðið hjá okkur, já. Bara takk fyrir þetta og gangið vel með áframhaldið. Já, takk.